Já, velkomin í Rauðan raunveruleika. Í dag erum við með merkilegan gest hjá okkur, Tómas Júlían Knútsson, og hann frá Bláa hernum og þau hafa verið í heil 28 ár að tína plast og hreinsa plast, ég held sérstaklega úr sjónum í kringum Íslands strendur og á Íslandi, og við ætlum aðeins að spjalla plastmál, umhverfismál og fleira í þeim túr. Blessaði Tómas, takk hérlega fyrir að koma. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og takk fyrir ykkar störf, þetta alveg magnað. Þið eru aðalega búin að vera að hugsa plastið, en ekki að þrífa það sérstaklega. Já, sko, að upplægi nú megnið af þessu einhvers konar flotefni, plast, nælon, veiðafæri, sem að skóla nú hérna á fjörunum okkar. En við erum líka að taka fyrir svona opin svæði og hvetja til. Við erum búin að vera með Bláa herinn síðan 1995 og allt þetta nú upp hérna upphafið af þessu öllu saman voru sem sagt nemendur mínir sem ég kenndi að kafa, og þá fórum við svona að tína upp rusl af hafsbotni þegar ég var búin að fá þá til þess að nema svona þau fræði hvernig ætti að takast á við það að tína upp svona rusl í körfur og koma með upp á yfirborði, og því miður voru náttúrulega allar hafnir fullar af rusli og drasli og voru búin að vera það áratugum saman, en svona leiðir eitt af öðru. Blái herinn þrífur fjörur og þrífur hafnir og að svona vekja athygli á þessum sóðaskap. Þetta var ekkert annað en sóðaskapur oft á tíðum. Einmitt. Þú varst að segja mér áður en útsendingi byrjaði að þegar þú varst á sjó einhvern tímann þá voru þið bara að kasta svona draslið utan af skipinu og onni í sjóin, og ég hef þetta frá pappa mínum sem var sjómaður, og hann hefur sagt mér hvernig það var það var ekkert mikið hugsað út í þetta var bara, heimurinn svo stór og við bara köstum þessu út og þurfum ekkert að hugsa það meir. Já, það var til svona slag og sko lengi tekur sjórinn við. Já. Og held allir að leið þetta væri farið í sjóin og sikki þá sæi þetta enginn, en ég sem kafar, ég náttúrulega var að kafa í höfnunum suður með sjó, og það var alltaf eitthvað nýtt nánast í hvert einasta skipti sem að maður kafaði. En svo gerist það að ég lærði að kenna köfun, sportköfun í Flórida, og á sama tíma og ég læri 1991 þá sett á laggirnar svona umhverfisdeild innan þessara alþjóðasamtaka sem að ég tilheyri, og þá kveiknar þessi hugmynd svona í hausnum á mér að það nú að nóg að taka að þrífa heima á Íslandi, hugsa ég lærði í Flórida. Og ég sem sagt gerist meðlimur í þessum umhverfissamtökum, og ég er bara einn af fyrstu meðlimum í þessum umhverfissamtökum, og ég er bara fyrsti maður sem byrja að þrífa neðansjávar bara á heimsvísu. Bara byrja að tína þetta upp. Þú sér allt ruslið og vilt bara koma. Já, ég byrjaði að setja þetta inn í kennslukerfið mitt að þrífa rusl, og þetta verður að svona batteríi. Nemendurnir þeir kölluðu sig svona hermenn hafsins, og svona það var alls konar svona það var voðalega stórt í þeirra augum svona að vera að gera eitthvað svona umhverfisvænt dæmi og gaman að vera að tína upp svona eitthvað, en auðvitað var náttúrulega ekki gaman að vera að tína upp rafgeima sem einhver sjómar hafði fleygt úr trillinu sinni eða bátnum sínum í sjóin, skilurðu. Nei, akkurat. Og þá byrja maður að fara að hugsa, ekki hægt að koma þessi í eitthvað betri farfi og svona. Og fyrirverandi hafnarstjórinn í Keflavík, Pétur vinur minn, hann gaf mér bara skotleyfa á að þrífa eins og ég vildi, og við vorum með alls konar hreinsunarverkefni og þrifum fjörurnar í hafnarsamlagi Suðurnesja sem hér þá. Og þetta eru 20 tonna af rusli, og síðan í restina var bara að koma með krabba og krabbað upp og svona, skilur. Það voru seramónir í kringum þetta. En þetta náttúrulega það
það vöknuðu fleiri spurningar heldur en voru til svör við þá, og til þess að geta að fara að svara einhverju spurningu þá þurftu menn að fara að velta sér upp úr málefninu. Og ég man það að Hafnasamlögin og gamla landssamband íslenskra útvegsmanna, þau fóru af stað með hreint hagur Íslands og fóru að banna sjómönnum að henda rusl í sjóin og fóru að taka á móti þessu sorpi og svona, skiluru. Hefur þetta verið svona aldamótin eða? Já, þetta er kringum 2000 eitthvað. Og það málaflokkurinn sem sagt, hann er kominn á dagskrá, við getum orðað þannig. Allavega það mitt, já. Síðan er hann náttúrulega fæðast alls konar hugmyndir hjá mér, oft með svona hreinsunarverkefni og fá þennan með mér í lið og hinn með mér í lið og svona, og ég var nú svo lánsamur að bílaumboðið Toyota, þeir vildu taka þátt í velgengni Bláa hersins og veggferð og hafa verið mér alltaf innan handar að vera á góðum Hilux og svona, sem að gera manni lífið mikið léttara. Komast viðsvegar og já, komast og svo er ég að skoða fjörurnar og ég er að velta þessu fyrir mig fram og tilbaka, og svo er alltaf að koma svona meiri og meiri vakning, því að sko í upphafið þá var maður alltaf útrópaðar alveg sem einhver bölvaðar bjáni, en ég lærði eitt strax, að myndir ljúga ekki. Og ég átti neðansjá á myndavélar og ég tók myndir af alls konar viðbjóði og ég bara kom þessu til þeirra aðalega sem þurfti að taka það til sín og hef eflaust ekkert alltaf verið voðalega svona hátt skrifar eða vinsæll með þessar athugasemdir mínar, en myndirnar ljúga ekki. Það sem ég var fyrst og fremst að leita að þá var að ég vildi fá samtal við komandi, hvort við gætum unnið saman í því að bæta þetta. Og þannig vinst alltaf Bláa hernum í lið fleiri, stærri, öflugri aðilar sem vilja leggja málefninu lið. Og það er ekki fyrir en að maður er búin að vera að pöngast í þessu, sem maður getur orðað að þannig, í ykkur 20 pluss ár, að það verður ákveðin vendipunktur. Ég var þá eiginlega búin að gefast upp, af því að mér fannst þetta ekki ganga nóg hratt, og ég átti þarna nokkur tonn af rusli sem ég var búin að innan gæsalappa, hráefni, ég kalla þetta alltaf hráefni, sko, en þetta er ekkert annað en hráefni. Akkurat. Ég var búin að flokka þetta í ykkur 40 fiskikör og ég vildi fá samtal hjá kerfinu það, getur ekki gefið þessu eitthvað framhaldslíf, betra framhaldslíf heldur en það sem er í boði. Og þú ert þá að tala um að vinna úr þessu rusli sem er búið að tína upp. Já, hráefninu. Og ég fekk engin viðbrögð. Nei. Og ég var búin að vera að bíða eftir einhverjum viðbröðum í einhverja viku, 7-8-9 daga. Þannig að 2015, þá var Blái herinn 20 ára og það gerðist ekki neitt. Og ég segi við frúna, ég ætla nú að fara á kodda núna, ég er búin að setja einn status á Facebook, ég veit að ég verð kannski búin að hreyfa við einhverjum í fyrramálið. Svo fór ég bara og svaf eins og unga barn alla nóttina, bara vel hvíldur þegar ég vaknaði morgunin, og ég var búin að lofa sjálfum mér því, ég ætlaði ekki að gera neitt, hvorki að hafa síman opinn, ætla bara að hafa hann á silent og ekki að fara í tölvuna fyrir hádegið. Að ég ætlaði að vera tilbúin ef þetta hefði kveikt í einhverjum. Svo opnaði ég fyrir þetta í hádeginu og þá er bara allt rauðglóandi.
Logandi, samfélagsmiðlarnir logandi. Já. Það sem ég sett á Facebook var það að fyrst öllum var sama þetta, þá ætlaði ég bara að henda þessu öllu aftur í sjóin. Já. Og það voru hérna ráðherrar og forstjórar og allskins aðelar búin að ringja í síman því að það var bara 99 missed call, skilur, það var allt á hvolfi og þetta logaði í öllum miðlum. Já. Og þarna fór samtalið úr því að ég bauð Stöð 2, henni Lindu Blöndal, að fylgja þessum körum eftir upp í Sorpu þar sem þeir myndu þá geta sagt henni hvað yrði þetta. Og það var ekki að ferð efnisins, ruslisins. Og það voru 2 tonna af netum og 2 tonna af plasti. Og þá fekk hún þetta bara alveg svart á hvít. Hvaða ferill var í gangi. Þegar þetta var búið, þetta dæmi, þá fór alls konar ferlar aðrir af stað. Þetta var svona uppvakningardæmi, það var það. Og það náttúrulega mjög mikil sorg að við séum að grafa allt þetta hráefni í jörðu. Það er viss sorgarstimpill yfir því. En þjóðfélag er að breytast og það er verið að reyna að taka þetta á næsta level, sko. Að ef við tækjum orðið rusl og drasl út og settum bara hráefni og endurvinnanlegt hráefni og þetta fengir svona hringrásar hagkerfi stimpil, þá ertu búin að opna á allt aðra umræðu þetta verkefni. Hvernig nýtum við þessar afurðir eða þetta hráefni? Akkurat, afurðir. Við erum búin að borga dýrum dómi fyrir eitthvað, svo þeir eru búin að nota þetta, þá er þetta ekki verðlaust. Og við, sko, mannkynið getur ekki verið búin með forðabúr þess hráefni sem að hann þarf að nota á hverju ári í byrjun ágúst og vera síðan að vinna síðustu 5 mánuðina árinu inn í næsta ár. Við erum á mjög slæmum stað hvað þetta varðar. Og leið og það verður komin ykkur hringrásastimpill á þetta og það eru margir að gera ofsalega marga góða hluti en það þarf mikið meira. Þú ert að tala í ágúst og þá er svona þegar þú setur þetta upp í líkana og þú tekur árið saman og alla efnanotkun mannkynsins að þá eru við hægt að vera sjálfbær í ágúst. Þá eru við farin að ganga á byrðir framtíðarinnar í rauninni til þess að halda okkur gangandi. En þið viljið taka þessar afurðir, þessi hráefni sem verða til úr alls konar framleiðslu og starfsemi og einhvern veginn koma því aftur inn í hagkerfið svo við séum ekki með þetta ganga á auðlindir framtíðarinnar. Já, þetta er ekki flókið mál. Við höfum ekki efni á hinu. Nei. Við eigum börn og barnabörn. Ég á sko 5 dætur og 14 barnabörn og þau verða að eiga framtíð. Mín kynslóð má bara ekki haga sig svona. Það er grunnurinn í þessu öllu saman. Við höfum ekki efna á að láta svona. Nei. Þess vegna tel ég að það er smá svona ljós í myrkrinu, það er vendipunktur, það eru rosalega pælingar mjög víða og ég hef verið að vinna með rosalega mikið af góðu og skemmtilegu fólki í gegnum tíðina, alls konar listafólki, hönnuðum, fatahönnuðum og alls konar fólki sem er að spá og spekula, fullt af fólki úr fjölbrautaskólum sem er að koma með mér í ferðir, fá að tína hráefni upp og fara og reyna að búa til eitthvað og gera eitthvað og allt og þetta eru svo miklar gleðistundir fyrir mig að þetta sé í ferli í einhverjum skólum að gá hvort að sé hægt að nota þetta eða nota þetta og ég til dæmis er ennþá með gám fullana fjörugóssi frá 2021 merkt
merta hérna hinum ýmsu fjörur sem við þrifum þá á Reykjanesinu og það eru verið að rannsaka þetta og það er verið að svona það er verið að gera mikið meira úr þessu hráefni og velta þessu mikið meira upp heldur en var og það er ávinningur. Mikill einmitt að fyrir aldamótina þá ertu svona óþægilegi gaurinn og fólk sem er að benda á þetta, það er bara þetta er svona eitthvað sem er að trufla venjulegan gang lífsins og hagkerfisins og fólk vill ekkert mikið vera endilega að velta þessu fyrir sér, þetta er óþægilegar staðrendir svona sem að fólk kannski vill ekki alveg taka inn en nú er meðvitundin orðin mikið meiri, við gerum okkur betur grein fyrir þessu og hvað þetta er mikilvægt en það er kannski ekki ennþá komið nógu mikil orka í þetta frá ríki og sveitafélögum og fyrirtækjum og fleiri stofnunum eða hvað myndir þú segja við því? Sko það er nú spurningi hvar ég á að draga línuna og hvaða er sem ég má segja á þess að hérna ég verði tekinn og settur í hérna þennan person non grata flokk skiluru en ég er nú búin að taka marga slagi í þessu í gegnum tíðana og ég er nú ennþá uppi standandi og ég hef þurft að svona lifa með sitt lítið af hverju í kringum þetta en það sem ég held að sé að gerast núna er það að ég er búin að benda á það hvað þetta kostar. Hvað kostar að gera ekkert? Áttu við það? Bæði og. Já. Við getum ekki hort fram hjá því að bláa hagkerfið okkar Íslendinga er 20 milljarða króna virði. Við megum ekki við því að einhverjir óvinnveittir okkar bláa hagkerfi setji sig á háan hest og segja frá því hvað við gerum ekki. Þannig að við þurfum að vera þar á tánum að vera að gera góða hluti og auðvitað eru allir að hampa því að þeir sé að gera þetta og gera hitt. En ef svo staða kæmi upp að einhver myndi geta gefið okkur þannig höggstað að við þurfum að vinna okkur út úr einhvers konar ímyndar vandamáli sem við erum komin í, þá myndi örugglega verða til alveg rosalega mikið af peningum til þess að laga það. Já. Ég vil vera hinum einn, ég vil bara vera alltaf að segja frá því, vinna með þeim sem vilja koma í það teymi og efla það teymi því þá erum við enga stund að kýla hitt niður ef að það skildi koma upp á yfirborðið. Þá erum við búin að búa til að gera svona ákveðna grunnvinnu og erum komið með starfsættina sem að gera okkur kleift að taka á þessu. Já. Sko, í mínum huga eru umhverfismál stærsta málið. Af því að þessi pláneta sem við búum á hérna, jörðin okkar, hún er að verða fyrir svo miklu offorsi af mannavöldum að það eru bara þvílíku svæðin að verða óbyggileg og allt þetta fólk, það þarf að koma sér af svæðunum sem að fer inn á innviði annarra þjóðríkja og skapar þar þvílíka spennu svo öll þessi neysluhyggja og þetta brjálæði það er alltaf allir á 200 skilurðu og þeitast í raun og veru fram úr lífsins gæðum vegna þess að þið geta ekki bara gengið venjuleg lítil skref í því að lifa. Einmitt, akkurat. Og það verða svo miklar öfgar. Það er náttúrulega skal engan undra það að margir vilja komast í það að nýta sér Ísland því að Ísland er líklegast einhvert gjöfulasta land af ákveðnum gæðum sem að önnur lönd hafa ekki en við megum þá ekki vera með eitthvað handónýtt regluverk sem er að leyfa öðrum að þurrka sér á okkur á skítu og skónum sko. Mér dettur í hug, ég veit ekki alveg kannski nákvæmlega hvað að tala en mér dettur í hug álverin sem að fá hérna rafmagnið hræjódýrt og komast einhvern veginn upp með það að borga eða engan skatt tilbaka, þó þau borgi góð laun að þá komast þau undan skatti vegna þess að þau segjast þurfa að reka sig í tapið þó þau sem er mjög arðbara starfsemi og nú er ég bara að tala, ég veit ekki hvað þér finnst þetta en vindorkuverin sem við erum að sjá að rísa upp, þau eru ekki
í eigun í rekstri landsvirkjunar heldur þetta erlendir auðringjar sem að koma með þetta inn líkt og með fiskgjaldið og ætla að fara að draga út allan hagnað úr því þó að Ísland sé nú þegar með, við erum með mestu orkuframleiðslu á haus eiginlega í heimi að því við erum það fá og við erum það mikið að jarðvarma og svona en nú eins og það liggir rosalega á að fara að byggja fjöldan allan af vindorkuverum til viðbótar og það eitthvað svo fáránlegt að það veri ekki eigu okkar heldur verið hagnaðurinn og því kreistur út og maður hefur áhyggjur af því að það eru önnur sjónarmið sem erum að fá að vinna svolítið þessa umræðu hvað til ráða og hvað þurfum að gera og hvernig tökum við á þessum vanda að það hagnaðar sjónarmiðið að eigin hagsmunasemin að hún einhvern veginn nái að vinna út. Já, það er stór spurt. Það er stór spurt, já, kannski ekki alveg víst. En ég skal bara afgreiða þetta mjög snögglega, sko. Við eigum ekki að leyfa fiskeldi í þeim farvegi sem það er í dag öðru sem það sé á landi. Þar er þetta búið til hringrásarhagkerfi og virkar mjög vel. Vindmyllur gleyma því. Við eigum að efla svona smávirkjanir í kringum bæi og litla staði þar sem að ykkur á sem að er búin að renna í gegnum fjallsliðina í 100 ára. Ég hef komið á bæi þar sem er svona smávirkjanir og þau eru ekki eins og tengd við landsnet, skilurðu. Já. Ég vil sjá meira af svona sjálfbærni eiga sér stað þar sem að það er hægt og varðandi það hvernig við göngum þessar stórvirkjanir eða hvað þetta er kallað hérna álver og Grundartangi og allt þetta dæmi. Þetta er náttúrulega vola sorglegt ef að regluverki er þannig að það er hægt að vera að klína þess alltaf í einhvern skuldarfasa þess og grus til þess að komast fram hjá einhverju að greiða hér skatta og skyldur. Það eru náttúrulega kostnir hér á 4 ára fresti aðilar til þess að reyna að sporna við því að við séum auðseljanlegt batteri daginn út og daginn inn og því miður þá hefur það batteri bara stundum verið ekki þroskaðar en það að við höfum látið glepjast af tróðfullum, töskum fullum af dollurum og hlaupuð eftir því og það er bara mjög sorglegt, sko. Það er mjög sorglegt með öll þessi náttúrugæði sem við höfum og möguleikana. Já, sko þegar er verið að selja aðgang að landin okkar þá þarf hann að vera þannig að það verður bara að vera stjórn á því hvernig þetta gengur fyrir sig til þess að við sem búum hér þurfum ekki að lúta í lægra haldi fyrir því að vera að leyfa öðrum að ráðskast með allt milli himins og jarðarinnar. Ég get sagt þér það að þegar ég var að flytja inn hérna kafara á sínu tíma til þess að koma og kafa hérna á Þingvöllum og hinga og þanga landið þá vorum við með svona metnaðfullt umhverfisverkefni að vera alltaf að fara með það á staði þess að við vorum þá búnir að þrífa og svona svo þau fengið svona virkilega svona upplifun af hreinleika og svona og svo lét ég nú þetta fyrirtæki frá mér og það lifir og dafnar í dag mjög flott heitir dive.is ég fór svona meira þá að vera bara að vekja athygli á rusli og drasli og svona í náttúrunni og ég get sagt það, Karl það er alveg sama hvar ég fer á landinu það skiptir engu máli þótt að séu 10 kílómetrar í næsta hús ef ég fer bara og byrja að labba og ég tek með mér poka til þess að tína rusli þá er ég búin að fylla hann eftir hálftíma. Já, það er hrikalegt.
það svo mikið drasl í umhverfun okkar sem fjúkandi út allt að það alveg sama hvar ég fer þótt ég fari út í mitt raun hérna á Reykjanesskaganum þá finn ég eitthvað tengt rusl neðan af fjörunni eða frá nærliggjandi sveitafélagi eða eitthvað. Þetta kannski góð æfing fyrir alla að prófa bara að ganga nærumhverfið sitt með poka og sjá hversu fljót þið eruð að fylla pokan af rusli. Já, og hugsa ef við vildum virkilega hafa landi okkar hreint, þá þyrfti að vera til hér einhver öflugur umhverfissjóður sem myndi kaupa af þér pokan þegar þú ert búin að fylla hann. Það er gáfað. Veistu það? Landið, það þið hreint á 0,1. Akkurat. Þetta að vefjast svo fyrir fólki núna að það rosalega kostnar við það að þrífa rusl. Það svipa á kannski á með dósinar og maður sér að fólk verið að safna þeim og svona. Það getur líka verið að safna rusli. Það verið bæði tækifæri og mjög gott fyrir alla að gera þetta. Ég hef sagt þér að það eru til aðilar á Íslandi sem að fara og þrífa sínar fjörur og það kannski rekur þarna á land 1, 2, 3 tonn og þegar kostar orðið 150 skall að farga 1 tonni af þessu fjörurhráefni þá fólk kannski ekkert endilega að hlaupa í það að vilja eyða 100.000 í það að hreinsa fjörurnar sínar. Það fáránlegt, einmitt. Það hvatanir séu þannig einmitt að þeir refsa því þú drukkaður fyrir það að þrífa og ganga frá afurðinni. Ég að vinna í alls konar verkefni núna og ég að reyna að koma því þannig í gegn að það sé alltaf hvati til þess að vera umhverfisvænn og að þrífa vegna þess að þú munt fá umbun fyrir það að hafa tekið þátt í þessu. Mesta umbunin náttúrulega alltaf svo að umhverfið fær að njóta sín í sínu réttaljósi en það sem að sko ef að þetta væri til dæmis ég hef komið því í kring til dæmis hjá sveitafélögum að það sé fjáröflun fyrir íþróttarhreyfinguna ef við komum til sveitafélagi að taka dálítið hressilega til hendinni og ég hef notað mikið af fjármunum sem Blái herinn hefur fengið í styrki til þess að taka með mér íþróttarfélög til þess að koma og þrífa fjörur eða þrífa svæði og ég að spá því að svona verði þetta í framtíðinni til dæmis Fisk Seafood, þau gerðu þetta í fyrra að þau létu íþróttarhreyfinguna þar fá x ákveðna peninguppað per þáttakanda og það var bara tekin heill dagur í þetta og áður hún vissir að það var bara búið að hreinsa ykkur 9 tonna rusli og íþróttarfélagi var komið með nokkra milljónir í peningastyrk og þá spyr maður sig, get ekki önnur fyrirtæki gert þetta sama annar staðar? Það voðalega vinsælt núna að vera með árskýrsluna sínar uppsprengdar af eigið ágæti kringum þetta og hitt, hringrásarhagkerfi sjálf, samfélagslega ábyrgð þetta og hitt og bla bla bla. Þetta heitir alls konar svona fancy nöfnum, en fyrst og fremst á þetta bara heita það að ég sem Íslendingur, ég vil ekki hafa landið mitt á kafi í drasli og þá þarf ég bara að gera það sem þarf til þess að hafa það hreint. Ég er með 100 sögur af fólki sem gengur sömu leiðina, sömu fjöruna, sömu þetta, sömu hitt og það kemur alltaf með fullfermi tilbaka, ár eftir ár eftir ár. Út af hverju þetta svona? Það út af því að við höfum enga virðingu fyrir umhverfinu okkar. Við erum einhvern veginn á einhvern ákveðin hátt, erum við ómeðvituð svona orsök og afleiðingu kannski af því sem við gerum og hvað verður síðan það yfir lengri tíma litið. Ég get nú bara upplýsta fyrst að maður svona rauður núna. Þetta staðurinn. Að ég í alþjóðasamtökum sem heita Let's Do It World og við erum að þrífa rusl og drasl út allan heim og við erum að vekja athygli á alls konar hlutum og það í bígerð að setja upp flettiskilti á vinsælum stöðum sem eru bara flettimyndir af rusli og drasli í náttúrunni eins og þetta og svo stendur bara welcome to eitthvað, skilurðu
Ég ansi hræddur það að muni fara fyrir brjóstið á einhverjum. Já, heldur betur að þú ertu að meina að þú kemur inn í bæjarfélag og þú sér svona myndsirpu af rusli þarna við sverum náttúruna í kring. Já. Þannig, já, einmitt. Ég ansi hræddur að það muni loga einhver staðar. Það er fólk sem talar oft þetta einmitt að þetta er fyrst og fremst eiginlega ómeðvitund af því að þegar þú ert að kaupa einhverja vörur sem eru framleiddar í Bangladesh og í Kína og einhvers staðar í Bandaríkjunum flutt fram og tilbaka, að maður gerir sér enga grein raunverulega fyrir öllu sem er á bakvið því þessa skófluna sem þú ert með, eða hvað það er, þú veist, og það er alveg risavaxið ferli í kringum þetta allt sem hefur í för með sér gríðarlegar afleiðingar sem maður gerir sér í rauninni enga grein fyrir. Nei. Og svo færði viðkomandi hlut í hendurnar og þá er ekki eitthvað kerfi sem er alveg tilbúið til að taka við umbúðunum möglunarlaust. Akkur þarf ég að borga sorphirðugjald? Ég á að fá greitt innan gæsalappa, helst frítt, fyrir að skila hráefninu frá mér til aðila sem geta búið til úr því annan virðisauka. Akkurat. Þannig myndi kerfið virka. En það virkar ekki og þess vegna erum við með allt í óefni. Við vorum hérna nokkrir aðilar, íslenski sjávarklassinn og Plokk á Íslandi og Bláa herinn. Við komum með tillögum það að sveitarfélög settu svona einhvers konar spennur á lok á tunnunum heima hjá fólki. Því að tunnurnar okkar, það er eiga það til að lokin fjúka upp og ruslið fer í allar áttir, ráefnið. Það voru 2-3 sveitarfélög sem að tóku þessar áskorun og eitt af þeim er sveitarfélagi Vogar og ég fer þangað reglulega á keyrum. Þú sérð aldrei rusl á götunum þar. Bara þetta að setja svona litla teygju á ruslatununa og það kemur í veg fyrir að það fjúki út. Já. Því svo er náttúrulega verið að losa þetta rusl í öllum veðrum og þá fíkur stundum úr tunnunum. En í framtíðinni þá held ég að allir komi til með að fá einhvers konar póka heima hjá sér og setja þá það sem tilfellur sem voru að flokka í póka og þá er þetta allavega lokaðir pókar í tunnunum þegar það fer ofan í sorphirðu bílinn sem að fer síðan með það og gerir það sem að þarf að gera úr því á þeim stað. En það er svo leiðilegt að segja frá því að nú er ég búin að vera að þrífa rusl í 28 ár. Þetta eru ykkur 1700 plus tonn af rusli sem að við höfum. Vá, já. Fjörurnar okkar sem að við förum reglulega í, það kemur alltaf aftur og aftur í þær, en það er gamalt. Það er ekkert nýtt að koma í fjörurnar okkar. En við fáum rusl allstaðar annar staðar frá. Úr heiminum minnari, frá öðrum löndum. Já. Öllum löndunum hringin í kringum Ísland sem eiga löndasjó. Við eigum myndir af einhvers konar pakningum og drasslódóti frá þeim, skilurðu. Og það eru mjög margar svona staðreindir sem að Blái herinn hefur unnið að með rannsóknarvinnu, eins og til dæmis við þrifum eina fjöru og þar var lögð sérstök áhersla á það að tína eins mikið upp af einnota drykkjarumbúum og hægt var og hún var hreinsuð í heilan dag þessi fjara og kom upp úr hún einhver 3 tonna dóti. Þar á meðal voru 115 plastflöskur. Þetta er 500 metra strönd hérna á vestur á Reykjanesinu. Og af þessum 115 plastflöskum þá voru 20% af innlendu bergibrotin en 80% erlendis frá. Megnið af þessu var erlendis frá? Já. Og mikið 80%? Þetta segir manni bara hvaða er mikið að koma. Ég meina, það þarf ekki nema einn góðan fellibíl í Karabíska hafinu og eyðileggja þar hús og hýbýli. Þetta fer allt út á sjó og svo fyrir Golfstraumurinn og hann siglir með þetta alla leið til Ísland. Við finnum alveg óbúslega mikið af svona sandölum og svona inniskóa dæmum. Dót sem kannski er ekki mikið í notkun hérna heima, þannig að það er auðvitað að þetta kemur annar staðar. Og allir þessi plastkassar og allarleið frá Marokko og guðum að vita hvað hann skilur. Þetta bara máli er það að höfin okkar eru svona straumakerfi og straumakerfin þau tengjast öll saman og við, Norður-Atlantshafið,
Ísland fær allan þann pakka til sín, skilur. Þess vegna rekur þetta hérna hringinn í kringur landi. Sum svæði eru verri en önnur, en það svona 1 tonn á kílómetr af rusli. Sem við erum að fá erlendis frá, meinaru? Sem að bara skólar á strendurnar okkar. Við erum út af Golfstraumnum, að þá erum við á þannig staðsetningu að þetta að koma mikið til okkar, þannig að það er kannski svolítið á okkur að þrífa þetta upp. Já, og við fáum líka að norðan, frá Grænlandi, frá Noregi og Rússlandi. Við fáum, málið það er hringkerfi utan landið okkar af straumum og það fyllir víkur og voga og þessa víkur og voga þarf bara hvert einasta sveitafélag að fara að bretta upp ermarnar og sjá til þess að séu þrifin. En ef að kannski eitthvað sveitafélag ætla sér að fara að þrífa eitthvað staðar og það er bara vita mál fyrirfram að þetta gætu verið kannski ykkur 8 tonn af rusli, þá er það bara 140.000 krónur tonnið af förgun, skiluru. Hvað þá allur mannskapurinn sem þarf að tína þetta upp, transporterast með þetta fram og tilbaka. Þetta nefnilega orðið, ég líti á þetta ekkert öðru sem heldur en bara garðsláttur eða hirða trén í runnunum og sjá til þess að ef að sveitafélag ætlar að vera hreint og fínt og flott, þá þarf að líka hafa fjörurnar tandar hennar. Akkurat, og þetta tengist þeim svolítið svona í vistfræðinni og hvernig hagkerfi hefur verið. Þú sagði við mig áður en að útsendingi byrjaði að mannkynnið og hagkerfi okkar er svolítið eins og svona katapult sem er búin að vera tóguð aftur og við erum búin að vera að skjótast alveg fram, þú veist, á 20. öldinni að við veiðum bara allan fiskinn og við virkjum allt sem við getum og við köstum ruslinu bara um allt. En við hugsum ekki þá vinnu sem þarf að fara í það að einmitt vinna úr þessum afurðum af framleiðslinu okkar og bara lifnaðarháttum. Af því að það mun virkilega býta okkur í bakið seinna og við munum klára ýmsar auðlindir og þetta safnast bara upp eins og ef maður þrífur ekki til heima hjá sér að þá bara safnast upp ríkið og safnast upp drullan og Guð má vita hvað, þannig að það þarf að vinna í þessu. En þú sagði mér að því að ég fengi styrki frá fyrirtækjum sem sveitafélögum og svona til þess að vera að tína upp þetta raust, en af hverju er þetta ekki orðið meiri bara svona partur af starfsemi sveitafélagana eða ríkisins eins og að fá ungmenni, fá ungliða eins og vinnuskólinn er og svona, ég sé fyrir mér af hverju getur það ekki virka að vinnuskólinn sem deildir þar sem að krakkar eru bæði að tína rusl víðsvegar landið en líka í svona landgræðslu verkefnum sem að vistfræðingar getur verið að beina áfram starf sem að borga sig ekki strax, en þú veist, ef þú ert að rækta upp hálendið til dæmis yfir nokkra kynslóðir að yfir frekar langan tíma þá ertu komið með mun betra land sem að er hægt að nota í alls konar dót, matvæla framleiðslu eða hvað það er sko. En af hverju er þetta ekki orðið stærri partur af bara vinnu sveitafélaga og ríkisins eða vinnuskóla? Sko, nú má ekki líta framhjá því að það hafa verið hérna undanfarna áratugi hafa verið frumkvöðlar í land skórækt og í alls, það hefur verið fullt af góðu fólki að leiða fullt af góðum verkefnum. Og þetta hefur meira og minna verið gert í svona sjálfboða vinnu, skrapandi eitthvað smá styrki og reyna svona eitthvað aðeins að láta hlutina þróast svona í róa næði áfram. Svo fer það að verða svona vinsælt trend, ef maður getur slett því sko, að samfélagslega ábyrgð þetta og samfélagslega ábyrgð hitt og allt í kringum það. Svo fer þetta að vera að fólk fer bara að sjá að það er hægt að gera kraftaverk með því að taka höndum saman og gera góða hluti. Þá náttúrulega kemur líka upp annað, þá kemur upp þetta svo kallaða samkeppni styrki eða samkeppni fjármagn til þess að gera þetta og gera hitt, og þá eru nú oft sem að pólitíkin litast dálítið í kringum þetta. Ég veit það ekki, það er ég hef stundum velti fyrir mér
ef að til dæmis ekkert hefði verið gert engin sjálfboðaliðar og engin, já og þetta hefði aldrei orðið að einhverju að því að sko mannfólki það er mismunandi og það er margt og það menn brenna fyrir ákveðna hluti ég hefði viljað sjá að hluti af til dæmis rekstrarkerfi íþróttafólks væri til dæmis að hvert einasta íþróttafélag þau færu bara í 1 eða 2 daga á ári og bara tækju að virkilega til og þá ekki endilega kannski bara íþróttafélag heldur bara ef að hver og einn myndi nú bara taka 100 fermetra í kringum húsið sitt 2-3 ára ári eða oftar ef því að skipta eða getur kannski sleppt í við veturinn þegar það snjór yfir öllu ef við hefðum bara þetta þessa köllunum að virkilega vilja hafa þessa hluti reyna og fína þá þyrfti ekki að vera að hvetja þig daginn út og daginn inn og þú þyrftir ekki að vera að posta á Facebook eða samfélagsmiðlum og þú væri búin að vera að þrífa þetta og gera hitt og vegna þess að þú ert að næra sál og líkama þegar þú kemur í 2 tíma törn með bláa hernum að þrífa rusl. Nefnilega, akkurat. Þetta á ekki að þurfa að vera þetta initiatív dæmi að þú þurfur alltaf að vera að segja það á social media hvað þú varst að gera. Ég hef notað Facebook mikið, það er bara þess að peppa liðið upp sko. Akkurat, fá fleiri með og svona. Já. Sko, ef ég sleppi að þrífa í viku það hefur ekkert gerst ég veit það bara þess vegna fagna ég alltaf þegar einhver er að dýna einhver staðar og gera eitthvað en svo þegar ég fyrir stuð og peppa dálítið mikið að liði með mér þá getur bara verið svaka stemmari skilur en það þarf að þetta er bara núna í þessum stemningsfasa og þetta er partur af svona samfélagslegri ábyrgð og ímyndar og auðgandi uppbyggjandi dæmum fyrir sveitarfélög og fyrirtæki og þá verður bara að nýta það rétt því það er að nóg að taka fyrir alla sko. Þetta er dálítið sorglegt sko að maður fer ár eftir ár í sömu fjörun og það eru alltaf fullar sko. Já, það er dálítið sorg sko. Og við séum ekki með einmitt svona kerfislega einhvern veginn leiðir til þess að taka á þessu einmitt eins og ef að íþróttafélögin og ungmennafélög mörgum tóa væru einhvern veginn hvött til þess að fara á tína ruslið og fá kannski styrki út frá því frekar en að þau reyna að selja okkur einhvern varning eða eitthvað af hverju ekki að fá þau til að þrífa einmitt strendurnar eða hvaða sem það er og eins og þú segir að þetta er mjög gefandi starf, þetta er gaman að þú út í náttúrunni og það er ekki ofslæmt veður að þá og með góðu fólki að þetta er mjög bara skemmtileg upplifun og eitthvað sem við gætum algjörlega gert mikið meira og ættum auðvitað að gera mikið meira. Ég verið að reyna að vinna í því núna og það er nú oft hannig að ég er nú búin að þekkja alla umhverfisráðherra sem hafa verið frá upphafi og ég hef verið svona að reyna að hvetja það með allt milli himins og jarðar og einhverjir umhverfisráðherrar hafa nú svona séð eitthvað meira í þetta brölt bláa hersins spunnið og komið í heimsókn og svona og ég hef alveg tekið hattinn ofan fyrir þeim ráðherrum þegar þeir koma að fyrra bragði óbáðnir og koma í heimsókn og vilja kynnast því sem maður er að gera svo eru aðrir sem bara ekkert kemur frá skilur og það er náttúrulega hundfúlt að vera búin að eyða alveg rúsalegu púður í það að reyna að fá það og peppa þess að koma og gera eitthvað og ekkert gerist skilur en núna í dag þá er þetta oft á tíðum meira svona innantómt eitthvað dæmi já. Vegna þess að mér finnst verkefnið stórt en ég líti á þetta sem verkefni og ég er að reyna að leysa þetta á eins jákvæðan og skemmtilegan hátt og hægt er hreinsunarverkefni bláhersins hefur aldrei meira en 2 tímar þá er þetta alveg búin að fá alla næringu fyrir sálina og líkamann umhverfið er rosalega þakklátt og þú ert búin að taka þína sjálfu og senda hana og láta viniðina sjá það og setja like og það er búin að ná tilgangu skilur þá sit ég alltaf uppi með
verkefnið að hafa skipulagt þetta, kannski að kaupa eitthvað bakkelsi eða bjóða þeim upp á pítsu eða eitthvað þessum hópa eða hann kom kannski með eitthvað sjálfur og svo ég eftir að fara og farga þessu. Og þegar ég alltaf með 200.000 króna kostnað fyrir hvert verkefni í förgun, á mér, ég meina ég vann í 25 ára launalaust, svo ég núna með svona baklönd og styrki og að reyna að gera þetta þannig að ég geri mikið meira þegar ég hef fjármagn til að fá samfélagið með mér í lið. Þegar ég fæ ekkert nema nei og vesinn og gaggrinni og niðurrif og eitthvað, þá svona segi ég nú oft við sjálf með hvern ánskotan ég að láta berja á mér af einhverju liði sem hefur ekki hundsvita á þessu. En ég á alltaf eitt leynivopn. Nú, ok. Já, ég á alltaf eitt leynivopn. Og það það að leynivopni mitt það að ég hef alltaf haldið mjög opið og skýrt bókhald það hvað þetta hefur kostað mig. Skrifa niður allar tölur hvað ég gerði og þannig að ef einhver ætlar að sér að fara að reyna að rökræða við mig það að ég sé að svíkjast eitthvað í þessu verkefni, ég ætla bara fyrirfram að vorkenna þeim manni sem myndi kannski vilja taka þann slag opinberlega. Því ég get verið mjög töff. Þú ert með þetta allt skrifað niður og búin að rekja þetta allt yfir tíman, yfir þessi 28 ár. Já, sko, þetta mér mikið baráttumál. Og ég veð ekkert í það, ég hef tekið rosalega mörg hæg skref. Ég hef ekkert hlaupið í þessum verkefni, sko. Og þegar ég finn það eitthvað ekki eins og að vera, þá bara fer ég og hugsa minn gang upp á nýtt. Hvernig þarf ég að nálgast þetta öðruvísi? Sko, þeir öllur á bóndukvöld, það á ég ekkert í þessu drasli sem út allt. En leynivopni mitt, ef ég myndi nú kannski fara að sýna allar þessar myndir mínar á erlendri grundu og auglýsa hvað Íslendingar væru nú hrikalegir slúbertar í umhverfismálum. Ég hef búin að fá 2 morðhótanir, skulum ekki gleyma því. Nú það voru aðilar sem vildu mig fegan fyrir að vera að uppljóstra leiðendum í kringum þá. Og ég let bara lögregluna hafa símanúmerið þeirra því að þeir hringdu bara í farsíma minn og ég sagði ef ég hverf þá voru það þessi guðurar. Vel gert, já. Jesús. Já, en sko, vitið það, þetta ekkert flókið mál. Ef að ímynd Íslands myndi eyðileggjast það að vera hreint og fallegt land, hver ætti að rífa okkur upp á Við þurfum að vinna fyrir þeirri ímynd, við þurfum að bæði viðhaldanir þó hún sé kannski ekkert byggð að miklu leiti á henni raunverulegu þannig séð, sko. Þó við erum bara í raun heppin, held ég, að vera með jarðvarmann og vassvirkjanirnar og svona sem gera okkur kleift að vera frekar græn með við aðra, en við erum að neyta mun meira hlutfallslega, per mann en aðra þjóðir. Við erum með þeim ríkar í heiminum og orkunótkun okkar gríðarleg. Ég vona einilega að þetta komist í fastari farveg, að þetta þurfi ekki að vera einmitt sjálfboðaliða stofnanir sem eru mikið að gera þetta og að þær þurfi að vera að keppast styrk og svona. Þetta sé bara eins og þú varst að benda á að þú fáir frekar peninga fyrir að koma með afurðina, með ruslið, þú skilaði inn og ferð með það í réttan farveg og þér verðlauna fyrir það, þannig að það fyrir að borga sig bara á sjálfu sér. Og svo finnst mér allavega þetta ætti að vera meira einmitt beinn partur af vinnuskólum, bæði hreinsun á plasti og annað en líka landgræðsla, eitthvað sem að ríkið þyrfti eiginlega bara borga, því þetta ekki eitthvað sem að skila sér strax í peningum. Þetta ekki eitthvað sem að fyrirtæki myndi gera í hagnaðarskyni nema þau var að fá peninga beint frá ríkinu eða eitthvað þannig á móti, af því að það að rækta skó yfir 60-70 ára, það ekki að fara að borga sér strax. Það ekki fjárfesting sem að ykkur kapitalisti myndi setja peningana inn til þess að búast við því að fá hagnað tilbaka. Þetta eitthvað sem tekur bara langan tíma og þú verður bara að fjárfesta áfram í stöðugt og láta það vaksa.
Já, sko, ef við myndum búa til eitthvað slagur sem að héti bara að lifa í sátt við umhverfið, þá væri þetta bara eitt af sáttmála atriðunum sem að væri alveg á hreinu. Ég get sagt til dæmis, það mjög vinsælt að koma á Reykjanesið í norðurljósaferðir. Þetta selt hérna í gríð og erg. Það búið að bjóða þessum fyrirtækjum, þessum rútufyrirtækjum, að leggja nokkrar krónur ofan á hvert farþega og þá munu einhverjir aðilar vera með opið svo fólki geti farið og nota salerni. Það ekki þegið, heldur bara liðið út í móa mígandi og eftir hvern einasta norðurljósárúnd sem á Reykjanesskaganum. Ég nefnilega búin að stúdera þetta í mörg ár. Það alltaf allt fullt af klósettpapír eftir þessar rútur. Veistu það? Mér alveg sama hvað rútu fyrirtækin kalla svona slagur sem ég ætla að senda núna, en sleppið ég að vera að koma á Reykjanes sem láta fólki míga og skít út í móa til þess að horfa á norðurljósin. Bara þið eru ekki velkomni, sko. Nei. Ég hef engan áhuga á því að vera að þrífa upp klósettpapír í mínu sveitafélagi þegar fólk heldur að getur kominga bara til þess að skýta á mig. Ég ekki sáttu við þetta. Nei, það er nefnilega, eins og þú bendir á, það á nógu öðru að taka. Þessi rútufyrirtæki ætti bara fjármagna klósett og þess áttar aðstöðu fyrir ferðafólki sem þau eru að græða greiðlega á. Þú veist, það ekki eins og þau séu í ykkur tapi eða í ykkurum erfiðum rekstri, þau eru að hala inn peninga. Þau eiga alveg ætti að geta setið þessa fólk sem almennilegar aðstæður. Þau eiga bara að vinna í samstarfi við þau svæði sem þau fara á í sátt. Þetta ekki í sátt að koma með 100 manna dag eftir dag og láta alla fara síðan út í móa til þess að pissa og það ekkert nema klósettpapír út alla jarðir. Þetta svo hryllilega, leiðilega ömurlegt að það hálfa væri nóg. Og akkurat á þeim, einmitt, í því samhengi að við erum með fullt af plasti út allt, við erum ekki nægjanlega vel að taka á því og þrífa það upp og það bara helst áfram að hlaða upp. Þannig að við mögum ekki við því að allt fyllist líka klósettpapír og það örugglega minna skemmtilegt að tína það upp. Þú veist, að tína upp notaðan klósettpapír frekar en að tína upp ykkur plastflösku sem er búin að vera lengi Ég sko bara þetta á ekki að vera eins og inn í prótókolli ferðalangans. Hann að fara í 5 tíma ferð og hann þarf að pissa á leiðinni og það verður bara boðið upp á guðskræna náttúruna hérna einhvers staðar út í miðnesheiðinni til þess að pissa þar. Þetta ég veit það ekki. Þetta fyrir neðan allar hellur. Já, þetta fyrir neðan allar hellur. Það verður bara að segjast eins og við getum mjög víða lagað hvernig gengið náttúruna. Akkurat. Tómas Júlían Knútsson, takk kærlega fyrir að koma og ég held að ég sé ekki einn sem segi það, ég að tala fyrir marga þegar ég þakka ykkur þér og Bláa hernum mjög kærlega fyrir að hafa staðið í öllu sem þið hafi gert og ég vona bara að þetta vaxi á dafni og verði að meiru og þetta líklega byrjun hjá okkur í raunveruleika ákveðinni sirpu umhverfismál og sérstaklega svona tiltekt landgræðslu og annað. Takk kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir mig kærlega. Og kæru gestir, við sjáumst næst. Góðan dag.